Já, velkomin að Rauðaborðinu í vikuskammt sem við köllum þetta. Þetta var heiti á pislunum hans Flosa Ólafssonar sem ekki mann kannski lengur eftir þeim pislum, þeir voru skemmtilega. Þeir hétu vikuskammtur. Við notum þetta orð að þeir viljum að fara yfir vikuna og til að hjálpa mér við það komin hingað góður hópur af fólki. Það Óðinn Jónsson sem blaðamaður, Hrönn Sveinsdóttir sem bíóstjóri, Benedikt Erlingsson sem leikstjóri og Íris Björg Ásgeirsdóttir sem stjórnmálafræðinemi. Við erum öll velkomin. Herðu, það er svona efnahagsmál og verðbólga og vextir sem eru að verða svona mál dagsins, sem svona framhaldssaga sem gengur í gegnum alla fréttatíma og umræður. Ég veit ekki hvort að fólk að tala um þetta í pottunum, en Óðinn að því þú ert nú elstur og manst eftir verðbólgunni. Já. Finnst þið gaman að fá hana aftur? Já, maður allavega tilbúin í það, sko. Maður ólst upp við þetta og mann eftir umræðinu þá sem að höfðu, forgangin að fjármagninu í bönkunum, menn voru svo heppnir, mér heldur bara veistlu eða fengur lán, gáttu, dregið einhverja peninga út úr bankanum, út úr bankastjórunum, því að lánin brunnu. En núna akkurat en núna svo gerist hann og þetta var allt sem að verðtryggt eins og við þekkjum nú heldur betur og þannig að staðan er nú önnur, nú bara forða sér allir frá lánastofnunum af því að lánin eru dýr á Íslandi og þessi umræða náttúrulega einhvern veginn þannig að fólk veit eiginlega ekki hvað það á að halda þetta. Þetta bara Ásgeir Jónsson sem bara gerir eitthvað reglubundið, hækkar einhverja stýrivexti og hann segist svolítið verið einn í þessu. Hann svolítið einn í þessu og eins og Alliant einn að glíma við fórinjuru fenjana. Akkurat hann lýsir eftir því að ríkisstjórnin gerir nú eitthvað meira og einhverjir aðrir gerir eitthvað meira og það talaði þjóðarsáttir og svona í gömlum stíl en það, svo umræða öll mjög grunn fyrir þykir manni og ég var nú á fundi eða svona ráðstefnu hinum yfir götuna, þetta sem Ásgeir hljóp yfir götuna og ávarpaði fólk sem var að fjalla ferðaþjónustuna og hann svona hafði nú aðeins húmor fyrir sjálfum sér kallinn og sagðist nú, hann hafði svona aðeins verið að huglega það hætta við að mæta á þennan fund en og sagðist verið orðinn óskaplega leiður og þannig að tene bröndurunum, það var hann sem byrjaði með þá þannig að nú hann orðinn leiður á þeim og vonaðist nú til þess að ferðaþjónustan einmitt hjálpaði til við að loka viðskipta í gatinu í sumar. En það búið til þenslu líka. Svo það og þá streymir inn gjaldeyri, meiri gjaldeyri og það lokar kannski í viðskiptagatinu en þá færist krónan til og hann mun sjálfsagt kaupa bara gjaldeyri á móti til þess að jafna gengissveiflurnar. En aðalega maður bara hissa á því að bara svona almennu borgari að maður einhvern veginn að bíða eftir því að ríkisstjórnin stígi inn í þetta með einhverjum hætti, með einhverjum svona klassískum aðgerðum, eitthvað sem að geta hægt á þessu og svo bíðum maður líka eftir því að það verði meiri umræða bara verðlagningu í landinu, hvaða hlut verslanir að taka, keðjurnar að taka, keðjur sem í eigu lífeyrissjóðanna. Samkeppniseftirlitið hefur bent á það, vaxandi okur, álagning hækka bara. Alveg klárlega. Hefur líka bent á þetta. Alveg klárlega, bara í Svíþjóð til dæmis er mikil umræða nákvæmlega þetta. Þar ofbýður menn miklu lægri tölur og ofbýður menn það og þar er mikil umræða það sé of mikil álagning, það sé okur, það sé fákeppni og svo framvegis. Hvað megum við þá segja? Og verkalýðshreyfingin held ég gæti beitt sig meira í þessu, tala meira þetta, tala líka kannski bara meira gjaldmiðlamálin. Krónan er náttúrulega bara óskaplega erfið við að eiga í þessu skoppara kringla sem hún er. Hrönn, ert þú tím Ásgeir í baráttunni við verðbólguna? Ég veit ekkert í hvaða lið maður á að vera en ég er sammála Óðni með það mér fara að finnast eins og að það hljóta að fara að draga til tíðinda af því að ég er alltaf að lendi því að fólk í kringum mig sem er ópólitískt aka styður framsókn eða eitthvað það er farið að ókýrast og þegar svoleiðis fólk er farið að ókýrast því aðgerðarleysið og þögn ríkisstjórnarinnar
og bara þetta endurtekna efni að Ásgeir enn einu sinni hækkar stýrivexti orðið bara óbærilegt og fólk finnur það, sko, fólk á mínum aldrei nefnilega ekki eftir því, það brann aldrei neitt upp hjá verðtryggingin búin að vera síðan við erum fullorðin og mikið af fólki á mínum aldrei með óverðtryggð lána á breytilegum vöxtum. Jú, það tilkynningin hans núna 1%, það bara næstu 40.000 króna hærri greiðslubyrði. Já, þetta að verða óbærilegt og fyrir alla og líka bara hver einasta búðaferð orðin bara eins og eitthvað meiri háttar fjárhagsleg skuldbinding, eitt kvöldmatur og við vitum alveg þetta okkur. Við vitum það öll og ég meina, ég að reka fyrirtæki og þessar launahækkanir starfsfólks náttúrulega bara sko, þessi umræða stöðuleikan og ábyrgðina á verðbólgunni í samfélaginu, við sjáum það sjálf að þeir sem að selja vörurnar að nota tækifærið og hækka 20%, miklu meira heldur en ástæða til. Ég að versla þjónustu af ræstingafyrirtæki sem að sendi mér reikning afturvirt fyrir þessum pínu litlu spórslum sem að þeirra ræstingafólk á að fá í kjarabætur. Ég fæ að borga það 100% afturvirt. Svo að þið sjáu bara hver að hella á bálið og við erum með ríkisstjórn sem setur bara sem lömð og getur sig ekki hreyft og þykist ekki geta neitt og meira sé að forsætisráðherra sem leyfi sér að koma í fréttir og hneykslast á ofurlaunum bara eins og ég myndi koma hingað til ykkar og hneykslast á því hvað starfsfólki í Bíóparadís var að gera og láta bara eins og ég væri svo yfir með hneyksluð og ég get bara ekkert í þessu gert þegar hann í beinlíni stöðu til að leggja skatt á þessa aðila sem að borga sér og þetta sjálftaka eins og hann sagði nánast sjálfur og það eina sem að ríkisstjórnin getur gert ef það á ekki að velta þessu endalist út í verðlagið náttúrulega bara að nota skattkerfið skilurðu, ef að fyrirtæki ætlar að velta öllum kjarabótum fólks út í verðlagið þá verðum við náttúrulega bara að hækka skattleysismörk og við verðum að skattleggja þá sem að hafa efnaði. Það eina sem hægt að gera ef þið ætla ekki að, þetta vandamál og það blasir við öllum. Hvað hægt að gera? Ég veit ekki hvort það á byggingavísitölunni en hún kom í morgun og þar kemur þetta mitt fram að kostnaður innlendra framleiðslu hækkar mest miklu meiri en launin sem að meikar eitthvað sens. Ef það voru launin sem var að keyra þetta áfram að þá ættu launin hækka mest. Já. Herðu, verðtryggða kynslóðin Hrönn, hvaða kynslóð þú? Já, ég náttúrulega líka alveg upp þennan verðbólgu draug, það sem leiðilegast við svona drauga að hann tók svo mikið pláss í allir umræðu, það var aldrei, maður talaði neitt annað en verðbólgu þegar ég var lítill og svo líka það sem svo interessant að hann nefnilega nákvæmlega það sem hann draugur, hann líka hugmynd verðbólga, ég meina hún verður ekki til bara út af raunverulegum hækkunum eitthvað, hún verður líka til út af væntingum og ótta og skelfingu, af því að eins og þú spendir á, fólk hækkar eitthvað 20% eða bara 10% verðbólga og svo framvegis, og þegar við reiknum okkar verðbólgu út þá erum við fasteignaverð sem engin annar gerir í heiminum og það ekki venjulegt fólkina, eða við erum mjög fáir sem að kaupa fasteignir en að lyfta upp verðbólgunni, þannig að þú veist, og leið og einhver segir að það þetta mikið verðbólga, þá hlaupa allir til og hækka, þannig að þetta líka draugur í þessum skilningi. Það líka, að samkeppnin bætir þetta ekkert upp, það bara hækkar einhver og bara hækka hini líka. Ég meina, ekki það bara að setja Gunnar, viltu ekki setja verðlags lögreglu á? Ég meina, ekki þetta að fara á eftir þessum sem hækkum 20% þegar það bara 10%. Ég meina, hvernig tekur stjórnmálafræðin á þessu? Ég meina, hagfræðin náttúrulega ekki vísindi þannig að þetta bara huglægt eins og leiklist, Já, en erum við föst í einhverju svoleiðsleikriti eins og hagfræðin sé raunveruleiki? Já, það ekki? Já. Hún bara, það verið að ráða í hegðun mannsins og væntingar og ótta og skelfingum mannsins og svo gera menn einhver líkun og reyna að ráða í þetta og svo klikkar það eða ekki. Við erum mjög hættulegar verur. Ertu að tala voodoo economics? Já, þetta voodoo economics, Já, ok. Íris, þú fulltrúi ungu kynslóðar, hvað er hraunkynslóðin? Já, svona já og nei. Þú búin að vera bara frá því að þú manst eftir, ertu búin að heyra efnahagslegar hörmungar? Það frekar satt. Ég náttúrulega var bara 6-7 ára þegar hraunin
gerðist, Já. svo ég Þú man, ert svo eina við borðið sem er ekkert að kenna hrunið. Þú ert saklaus. ég alveg blásaklaus að þessu og þetta hefur einhvern veginn verið alltaf svona stór skuggi yfir manni, bara alltaf muni eftir hrauninu og ég man ekki persónulega eftir því en ég hef heyrt svo mikið hraunið að mér leiði bara eins og ég hafi verið þarna og kannski ég bara svolítið ungu vitlaus en fyrir mér hafandi ekki upplifað svona slæmt ástand áður þá finnst mér þetta bara svo einfalt okkur erum við ekki að gera meira okkur ríkisstjórnin ekki að stíga inn í eins og þau myndist á Já. og mér finnst eins og það sé alltaf bara að vera að hendi í okkur verðbólgan alltaf að vera verri alltaf að hendi í okkur einhver stýrivextir að hækka það og breyta þessu og ekkert breytist. ekkert breytist Nei. Hefur eitthvað trú að því að Ásgeiri takist að stoppa verðbólguna með stýrivöxtum? Þetta borð? Ég hef enga trú á því, en auðvitað er þetta vopnið sem að bankin hefur. Já, hann virðist bara að vera alveg einn Já, í þessu máli. og það getur enginn álás á honum eða bankanum fyrir það að beita þessu vopni per se, sko, en það þarf meira að koma til auðvitað. Íris, trúið þú því að Ásgeir muni stoppa verðbólguna með stýrivöxtum? Hvort að hann einn Nei, það er stýrivextir muni stoppa verðbólguna. stýrivextin sjálfur. Ef hann fer með stýrivextina bara upp í 50% þá muni verðbólgan hlaupa í burtu. Ég veikenni ég er stjórnmálafræðinemi, ekki hagfræðinemi, svo ég get ekki komið með einhverjar rosa góðar ástæður, en útfræðið sem ég veit, þá ætla ég að segja nei. Ég hef ekki trú á því. Ég geta menn eftir bara að reyna að tala verðbólguna niður. Já. Búa bara til svona, já. En það er aldrei gaman að velta fyrir sér, sko, hvað menn eiga við þegar verið að tala sko, að þú vísar í að maður sé gamall, sko, við munum og þú manst þetta líka ekki, af því að þú ert nú ekkert mikið yngri, sko, þá er þetta með þjóðarsáttina, sko, þessi eina stóra, þegar svona kallar með jakkafötum með bindi, sko, lokuðu sig af í rúbrauðsgerðinni og á löngum fundum og byggu til þjóðarsátt, en þjóðin var svo mikið spurð sérstaklega það, sko, en það var hún var bara gerð. Og hvað með þá að tala núna? Hverju að vera við borðið? Ég vona að tala einhver aðra þjóð en þessa kalla, því að þessi þjóðarsáttin þótt að hún hafi verið mærð af því að þessi kalla með bindi hafa ráðið svolítið sögunni, að þá held ég að sko dómur söguna sé að versna hana, því það sem gerðist þar var náttúrulega að launafólk var látið éta verðbólguna. Ég var til á þessum árum, fyrstu Davíðsárin, þá var bara hálfgerð kreppa, það var bara ekki fyrir 95 eða 96 sem að fór að sjá til sólar. Það kom bara, það voru mjög erfiði tímir, atvinnuleysið kom eiginlega fyrst til Reykjavíkur að einhverjum krafti. Það var mjög slæmu tími, það sem var bara, verðbólgan var bara tróðið ofan í kokið á launafólki. Já, var ekki þá svona bylgja af fólki sem flutti til Noregs eins og í Noregs, Danmörkur, mikið. Í hrunnu, þá flutti fólk því að þetta var bara óbærilegt. Næstu árin eftir voru mjög erfið. Ég var fréttamaður í Danmörku þá og fór í lítið sjávarþorp á Jótlandi, Hanstholm, gerði mynd, stutta mynd og var svo djarfurlátt hann að heita þar sem daglaunin duga, svona Íslendingur að stuðla titilinn, sko. Ég fekk á mig bara fúla gagnrýni frá Íslandi, sko, frá ráðamönnum, sko, að ég væri svona landsölumaður og væri að hvetja fólk til að flytja úr landi. Því þarna talaði bara við verkafólk sem vann 6-7-8 tíma og mærði þetta nýja líf. Og þetta var bara svona eins og að keyra niður að Rifi eða Ólasvík eða eitthvað svona lítið pláss. Á Jótlandi. Á Jótlandi, alveg nyrst á Jótlandi. Og svo var fólk í frystihúsinu og þarna töluðu íslenska bara í annar hverju götu. Og fólkið var allsælt. Ég veit ekki hvað varðum þetta fólk síðan en hef ekki fylgst með því en þarna sá fólk munin. Þetta bara 94-5. Ég man að eftir hrun þá fór ég upp eftir strönd Noregs og bara til þess að hafa eitthvað að gera þá setti ég alltaf á Facebook býr Íslendingur hér staðum sem var að koma næst og talaði við mikið Íslendingum og það var nákvæmlega sama sem að maður heyrði þar að fólk svona þegar það var búið átt að segja á því að hvað trist manni þegar maður var að tala um það, þá byrjaði að segja sko ég var búin að vera hérna kannski 2-3 mánuð, þá velti ég fyrir mér hvaða þræla kista er Ísland eiginlega, þú veist, fyrir hvern er það samfélag, hérna þú veist getum við átt börn, hérna getum við bara unnið dagvinnuna mína og lifað þokkalegu lífi. Já, og eignast húsnæði bara á þínum líftíma og ég veit það, maður spyr sig, þú veist, hvaða ógurlega sveikamilla er þetta? Já, það var mér þess að
mikið hreyfing sem barðist fyrir því á sínum tíma að við gengjum inn í Noreg. Það var áhrifin af þessu. Já, Já. það ekki árástur af því, þú viltu koma okkur inn í Noreg. En þeir eru nú ekki allsælir verkafólkið er nú ekki allsælt þessa dagana í Danmörku eða Noregi eða í þessum löndum sko vegna hækkana á orkureikningunum sko. En það er þessi svona hugmynd Íslendinga eða þú veist þeir eru losna út úr hamstrahjólinu. Þið kannast við þetta. En í Skandinavíu, í Noregi og annars staðar, þá er ríkið að niðurgreiða orkuverð til almennings að því að ríkið á ennþá meir en 70% af virkinum og orkuframleiðslunni. Það væri, ef við værum í þessari stöðu, ef við værum svona tengt í markaðinn, þá er löngu búið að engaveða allt hér og við værum öll að borga 250.000 á mánuði í rafmagnsreikning og ríkið væri ekkert að niðurgreiða það því að þeir hefðu ekki afnáðið því að þeir ætti ekki orkuna. Það væri nú einhver búin að finna einhverja agalega einhverja svona snild út af því. Það er beinandi, en þetta hlutverk þetta er áhugavert, Ásgeir kemur fram og heldur blaðamannafund og segist einhvern veginn að vera einn að glíma við skepnuna. Þetta er eiginlega eins og úr einhverju skaldverki. Já. Þú þekkir innleik svo vel. Já, þetta er innleikur, þetta er hetjusaga. Já. Nei, en ég minna að þetta stórkostlega vandamál í að þetta er eina hagstjórnartækið, það er ekki, sem menn hafa beinlis og svo er þetta að tala niður verðbólgun. Ég minna þjóðarsáttin, hvað snýrist hún það? Búið til móral meðal þeirra sem höfðu valdið til að leggja á og þannig þeir fylgdust með hverjum öðrum og skömmuðu hvern annan og svona stoppuðu sig af að hlaupa til og vera hrættir og leggja minna á en annars. Þetta er náttúrulega bara hugmynd. Þetta er bara stemning sem verið að búa til. En var þjóðarsáttin, var hún bara svona, þú veist eins og fyrirtæki í dag tala bara siðferðilega ábyrgð, svona, þú veist, eitthvað algjörlega bara óskilgreint. Nei, það voru barði niður sko aðrar kröfur, semst bara eins og ríkisstarfsmenn og aðra, ég var í þeim hópi sko, þá bara barði niður sko að við fengum ekki þær hækkanir sem stóðu til að við fengjum. Já, þannig að ríkisvaldið hefur þú allavega tækið þess að glíma við verkaliðin, skilur það, stoppað hans hækkanir, en það hefur ekki tækið til þess að stoppa markaðin. Nei, það er alltaf bara orðin og þar verður bara að tala þá til og búið til móral og eitthvað svona. Þannig að það er svo lamað að þessu leyti þegar þetta hleypur af stað þetta höfrungalöp. Það var þannig að verkalýðurinn sótti launahækkanir og þá var gengið fellt til þess að fyrirtækin gætu borgað fyrstu nýju launin með jaftmiklu áreynslu og áður. Með því að verkalýðurinn bara gleypti verðbólguna og sótti ekki bætur í þjóðarsáttinni, að þá hættu gengisfellingarnar. Vígsluverkunin dettur út sko. Þannig að það verður miklu minni gengisfellingar frá þjóðarsáttinni. En þá náttúrulega kostuðu hlutin það sama frá einu mánuði til annars, svona í ákveðin tíma sko. Já. Íris, að því þú stæðstu framtíðina. Hvað nú erum við að tala Ísland svona sem þrælagistu og svona, hvað? Við gamla fólki hérna. How do you like it? How do you like it? How do you like it? Þetta lætur mér virkilega hlakka til. En mér finnst það bara mjög rétt hjá ykkur, af því það er bara staðan eins og hún er í dag. Og núna til dæmis þegar ég er að hugsa að kaupa mig fasteign og hvað ég gera og vinna þannig, þá er Ísland og íslenska markaðurinn ekkert sérstaklega spennandi. Þá er bara draumurinn að flytja út og hvort að Skandinavía sé ennþá einhver paradís, ég veit það ekki. En það er bara svona, er einhvern veginn svo ómögulegt að vinna inn í þessu kerfi sem nú þegar bara brotið, þú veist, maður getur farið og krafiðist betri laun og gert eitthvað en síðan kemur verðbólga og síðan kemur þetta og það er alltaf bara verið að berjast eitthvað, alltaf einhverju að rífast, en staðan er alltaf jafn slæm. Hvað á maður þá að gera? Ég hlakka ekki til að vinna í þrælakistunni að eilífu. Og eignast aldrei íbúðina þína. Eignast aldrei íbúðina mína. Ef þú ert sko heppin að komast einhvern tímann inn á íbúðina. Ég mun eiga 5 samleigendur og meðleigendur eitthvað sem heitir og aldrei geta borgað neitt. Það er náttúrulega hluti af vandanum núna sko, það er alltaf vanrækslu syndina sko og eyðileggingin á íbúðakerfinu og öllu þessu sem svona hvað lítið hefur verið lagt hlutfallslega í heilbrigðiskerfið, það hefur bara verið látið grotna niður svona hægt og bítandi og menn hafa ekki vaxið með vaxandi mannfjölda hérna
og svo þegar við fáum á okkur þrýstingu utanfrá þá náttúrulega virka þessi kerfi ekkert sko, sem gætu tekið við þeim sem illa væru staddir, til dæmis húsnæðiskerfi og svo framvegis. Já. Og ég býr nú bara sjálfur í nýbyggingahverfi og maður sér einhvern veginn verktakaræðið er svo ofboðslegt og þetta er náttúrulega mesta félagsfræði tilraun sem ég hef hellt sjálfur mér út í sko, bara ævina sko, að fara úr svona killátu útkverfi í svona nýbyggingahverfi og það sem að maður býður bara eftir að alltaf borgin ekki að gera neitt alltaf ekki einhver fulltrúi almannavaldsins sem að fylgist með því að það sé lokað hér og það sé tryggt öryggi íbúana það sé það er alltaf verið að grafa sömu skurðina aftur og aftur og einhvern veginn og þeir bara svona rífa kjaft sko ef að íbúarnir eru með einhverja spurningar kannski þú verðbólgan kannski jákvæðin hlutin ef hún býtir góða kreppu og stoppar þessa þenslu sko og stoppar hagvöxt og stoppar þessa neyslu og minnkar þar með kolefnissporið og lengir þar með líf okkar. Og verðbólga er merkt þenslu. Já, það er bara málið að það er skrítið akkur það kemur ekki sko góð kreppa draga úr þessari neyslu. Þú nýtur því betur í kreppu. Það er svo miklu peningar hjá fyrirtækinum. Þau eru að springa, bankarnir eru að springa, það er ofurhagnaður hjá stórum fyrirtækjum, en mér er svo merkilegt þegar við tölum þessi grundvallar svona atriði í lífinu eins og að eiga þakka yfir höfuðið. Það er svona, það er svona stærsta sem við kaupum okkur á æfinni og þurfum að gera það eða leigja. En ég var einmitt að tala við vinn minn þegar við fluttum frá New York, ég og maðurinn minn, árið 2007 þá keyptum við okkur íbúð hérna í Íslandi, rétt fyrir hrun. Gaman. En sko meira segja í landi eins og Bandaríkjunum, sem enginn myndi tala sem nokkurs konar velferðar heldur algjört markaðshyggju, frjálshyggju ríki, þá var ég að ræða við hann daginn þennan vinn minn sem keypti sér akkurat íbúð þegar við fluttum. Hann keypti sér í svona co-op, í svona blokk. Og hann er búin að eiga hana fullu í nokkur ár, þetta er ekki hátekjumaður, þetta er lágtekjumaður. Hann eignaðist íbúðuna fullu, búin að selja hana og kaupa sér eitthvað ódýrara. Mér fannst þetta bara svo magnaða því að sko Bandaríkin eru erfitt frjálshyggjuríki. Þetta sko, ég veit ekki hvað við erum langt frá því að... Svo sumarleyfi við lifum í Íslandi. Já. Ísland er samt ekkert að senda frábær skilaboð til unga fólksins til það vil koma út í lífið. Háskólinn ætlaði til þess að hækka skrásetningargjöldin sem betur fyrir búið að falla frá því. Fasteignamarkaðurinn, hræðilegur. Það er bara svona leigumarkaðurinn svakalegur. Ef þú ert á námslánum þá getur ekki, þá færðu bara námslán fyrir húsaleigunni og þarf bara í þetta rík. Og ef þú vinnur á sumrin þá skerðast bæturnar. Svo þú veist, hvað eigum við að gera? Þið talaðum að þetta hafi verið slæmt þarna, þetta er alveg slæmt núna. Ísland er heldur ekki paradís. Miklu verða það verður bent á það núna í þessari viku að fólk sem tekur námslán, það er helmingi færri núna heldur fyrir 10 árum. Þannig að námslánakerfið sem var til þegar þeir voru yngri, sem var til jöfnunar, til þess að tryggja það allir hefðu aðgang að menntun, það er eiginlega fallið. Og enginn ræddi það, bara hún var að skrifa þetta, hún Alexandra Ýr van Erden núna í vikunni, það kom mér óvart. Kemur þetta ekki ykkur óvart? Jú. Bæði og sko, helmingi færri sem er á námslánu núna heldur fyrir 10 árum. Vá, og það eru miklu fleiri sem er í námi. Já, líklega. Og ástæðan er meðal annars það sem Íris er að segja, ef þú veist að þú getur ekki lifað námslánu, þá verður að vinna við sumarið og þá vinnur þú mikið þannig að þú færð ekki námslán. Þessar fréttir koma mér til dæmis alveg 0 á óvart. Ég get ekki hugsað mér að taka námslán, það er bara búið að hræða menn frá því, það er svo margir ókostir. Ég hef fulla trú að þetta kerfi hafi verið sett upp í góðri von að bæta aðgengja námi, en í raun og veru þetta núna bara einhvers konar gildra. Já. Ég get ekki hugsað mér að festa mig sjálfur í þessari gildru. Og allt sem maður heyrir hennar sjóð er svo svakalega fjandsamlegt skjólstæðingum þess. Þau eiga að vera að þjóna einhverjum hópi, en allt sem maður heyrir sjóðin er svona eins og þessi stríði við einhverjar afætur sem þeir þurfa, þú veist, þeir voru að heyrða íbúð af eldri borgara og allt þetta og þeir útvista innheimtunni til enga aðila sem að fá hærri prósentur eftir hvað þeir ná að kreista mikið út úr fólki sem á ekkert. Og hann á að standa undir sér, þannig að ef að Íris taki námslán, þá á vaxtagreiðslurnar hennar að tryggja það að börnin þín geti farið í nám. Þannig að þetta
þetta hugmyndir svo að sjóðurinn sko að námsfólki standi undir sjóðnum og þeim sem að deyja og geta ekki borgað og falla niður og kostnaðinu við rekan og að námsmennin sjálfur borgið þetta bara. Já, Þetta er ekki samfélagi. Þetta er ekki svo heilbrigðiskerfi eða eitthvað sem að við erum að viðhalda til að bæta samfélagi. Þetta ásemst að bera sig sjálft, alveg svo almenningssamgöngur. Það gengur svo vel nefnilega. Já, þetta er undarleg hugmyndafræði. Það er margt svona í samfélaginu. Þú nefndir húsnæðiskerfið, vaxtabótakerfið er eiginlega ónýtt. Bara þannig. Og það tekur svona meðaltekjumann bara alla starfsæfina því mann sé nánast óhætt að segja að eignast húsnæði sitt svona meðaltekjumann hann er, hvað er hann, 30-40 ára vinna fyrir þessu og hvað er hann búin að borga íbúðun oft með vöxtum þremur og hálfu sinni. Herðu, það er annað mál sem að kom upp í vikunni sem hafi verið síðan haust. Það voru kröfur foreldra á borgina fyrst og fremst leikskólapláss fyrir 12 mánaða komin börn. Já. Hvað segir það? Mér er aldrei liðið eins og ég sé jafn hæf að ræða málefni. Ég er reyndar á ekki á leikskóla núna, það er nú ekki langt síðan, en það, eins og ég skil þetta, þá er búið að skilgreina leikskólan sem fyrsta stig menntunar og það þýðir að það er hæft fólk, við erum ekki bara með, þú veist, þennan og hinn að passa, eins og þetta voru gæsluvellir eins og svona, nei, nú á fólk að hafa háskólapróf og það á að vera með mastersgráðu til að sinna þessu starfi eða minnst átti B.A.gráðu, þetta er 5 ára nám í kennaraháskóla. Já, launin eru hræðileg miðað við hvað þú hefur þurft að leggja á þau með tilheyrandi kostnaði í námslán eða sjá fyrir þér meðan þú varst í námi. Svo að það blasir við mér á þess að ég hafi skoðað þetta mikið er að þú veist, þú getur ekki lofað öllum börnum frá 12 mánaða aldrei þessi pláss ef það er ekki búið að búa til viðandi aðstæður þar sem er þetta menntaða fólk er að vinna og fólk sækist eftir því að vinna í þessu. Það vantar samt fólk og fólk sækir samt ekkert endilega í þetta starf einmitt að því að það veit að það þarf að fara í 5-6 ára nám, háskólagráðuna. Já, byrjunarlaunin eru 600.000. Einmitt, launin þarna. Hvernig á það að draga fólk á þetta er hópur sem þarf virkilega, nú er ég ekki foreldri og engin börn, en bara að hugsa að senda fólk þarna, því það er ástæði að fara í nám, þetta er ekki barnapía, þetta er ekki ég 16 ára að passa fyrir nágranna minn, þetta er fólk sem hefur lært fræði og er að veita þess að sé þekkingu, þetta eru kennarar. Og það eru 2 fleiri starfsmenn á 12 mánaða barn heldur en 6 ára til dæmis. Þetta kerfi var ekki hugsað til enda þá virðist vera einhvern veginn að hækka kröfunar á menntunni en láta launin ekki fylgja og svo einhvern veginn strandar kerfið. Og svo lofaru öllum að allir komist að og eins og þetta snúist bara að byggja ykkur hús. Svolítið svo Landsspítalinn, það snýst bara húsið. Ég var að segja, ég var svolítið imponeraður yfir aðferðafræði mótmælana, þetta er náttúrulega endurtekið efni, þetta er annað skipti sem við taka þarna á hús, þetta er hústaka og hvað hún virtist vera effektív fyrst, hvernig stjórnmálamennir voru alveg skjálfandi á beinunum og lofuðu öllu fögru og allt ína var þessu búið að kipa þessu í liðin, þetta var svo flott sjónvarpsefni, lítil börn og mæður og feður þarna inn í ráðhúsinu og stjórnmálin réðu ekkert við þetta og alveg lögðust flött og svo kemur þetta fólk bara aftur þegar emdirnar er ekki réttar. Það er verra ástand núna. Og þetta finnst mér vera samtökamáttur og jú, gefum þeim plús fyrir það en svo að því að ég er náttúrulega ekki bara svona félagshyggjumaður eins og þú, Gunnar, þá var ég svo mikill einstaklingshyggjumaður líka að ég fer að hugsa hérna barnaheimilið Ós sem var svona þar tóku foreldrar sig sjálfur saman í gamla daga. Sú saga er þessi merkileg. Nei, ég var reyndar aldrei svo heppinn að komast á Ós en ég á marga vini sem voru á Ós. Og það er mjög merkileg saga samtakamátt og félagsþroska og fólk sem bara bjóð sér til sitt eigið barnaheimili. Og ég veit ekki, þetta er eitthvað sem mætti kannski koma inn í umræðuna, hvernig þetta var gert og... Sko, þetta með foreldrareiki, það þýðir bara foreldrarnir skiptast á að þvo tuskur og svona. Já. En þau ráku stofnununa. En þau voru ekki sjálfa að vinna, þau þurftu að ráða þetta háskólamenntaða fólk. Ég veit ekki hvort það voru allir háskólamenntaðir, en staðan þá var þannig að það fekk engin dagvist nema einstæðiforeldrar og námsmenn. Þetta var hjónafólk
og byggði ós Já, sem var á Bergstaðastræti. ég er að þessa kynslu að hafa verið Það er með merkjubúskapur. Bergþórugötu. Já, ég er að þeirri kynslu að vera með börn sko á 9. og 10. áratugnum sko og þetta voru bara hlaup millir dagforeldra sko. Bara dæmamann hér og dæmamann hinn sko. Og alveg skelfilegt sko. Það var komið fólk hingað til mín sem Hefur sagt lítið batnað síðan? við ættum ekki að stefna að því að hafa leikskóla fyrir öll 12 manna gömul börn. Heldur ættum við að lengja fæðingarorlofið í 2 ár. Og auðvitað verið sumir sem að færi með börnin á þetta ætti ekki að vera svona algild regla. Og vandamálið er umverulega eins og kemur fram í viðtölunum við foreldrana að þau verða að komast út á vinnumarkaðinn að því það er ekki hægt að lifa af einum launatekk. Og nú er fæðingarorlofið búið og þá komaðu bara með barnið og rétta degi B að því ég verða að fara að vinna annars missum við húsnæðið. Og kannski er sko lausnin ekki endilega að byggja sko leikskóluna heldur að lengja fæðingarorlofið, búa til meiri aðlugun á vinnumarkaðnum. Það er í Svíþjóð þannig, ég held að sé alveg upp til 12 ára aldurs, þar sem að fólk getur krafist þess að vera í hlutastarfi af því að á börn. Af því að þá er það litið þannig að þú þarft að vinna, svo þarft að eiga eitthvað félagslíf til þess að endurnæra það sjálfa þig og svo þarft að sofa. Og svo kemur barnin í þetta. Og ef að vinnumarkaður segir nei, við ætlum að taka alla þess 8 tíma sem við eigum og gefum ekkert eftir, að þá annarkvort tekur barnið af við svefntíman eða frítíman eða þið veitir það því á barn. En það hafa ekki allir efn á því að vera í hlutastarfi. Nei, þá verður þeir sem ráða fólki vinnu, verður að gera ráð fyrir því að vinnuaflið eignast börn. Já, og það er mikilvægt að það sé hlúða börnunum. Já, þannig að þá verður þú að því að þú átt barn og það er mikilvægt fyrir samfélagið. Þá er þú að fullu launum þó þú setja 70% vinnu. En þetta er líka annar hluti þessar umræðu, hversu, ég þekki þetta sem vorði, hversu sárt og erfitt getur verið að manni finnst það oft ótímabært að láta barn til dagforeldris eða leikskóla og snemma og einhvers staðar er eðliskvöt í manni að maður vill það ekki og maður gerir það ekki og barnið vill það alls ekki og maður gerir allt til þess að hafa tíma sem styrstan og þannig að það er einhver instinkt þarna í okkur og það er verið að binda mjög sterk bönd og leggja stóran grunn og þetta er svona önnur hugmynd einu sinni í gamla daga eða ekkert fyrir löngu síðan þá heldum við að barnaheimil og vöggustofu veru lausn allra mála. Ég meina Halldór okkar Laxness talaði mjög heitt fyrir vöggustofum sem væri bara upp af kvenfrelsis og okkur framvegis. Hann var kannski ekkert þarna velmenntaður í þessum málum á þessum tíma þó hann hefði verið klár í mörgu. Það væri mikla sanngirnisbætur sem að þyrfti að borga ef hann hefði ekki ráða. Já, ef hann hefði ekki ráða. En sko þannig að það er annar hlutur í þessu, þannig að það er eins og við höfum ekkert lausnina á þessari gildru, annars vegar eins og þú segir að vera frjálsmanniski og vinna fyrir sér og hins vegar að ala upp börnin sín og koma þeim vel á legg. Þarna er einhver árakstur í okkar kerfi og það að flýta að gera búið til leikskóla þar sem hún tekur við 6 mánaða börnum eða 12 mánaða börnum með menntuðu fólki er kannski ekki alveg lausnin. Já, ég minnst ekki galin hugmynd að fólk hafi meiri tíma með börnum sínum, en það er alls konar svona gildru sem þarf að varast eins og það að kallarnir íti þessu frá sér að því að þeir eru á hærri launum eða fólk sem að vinnur listafólk og einyrkjar og alls konar sem er ekki, þú veist, það var svo erfitt að fá þetta helvítis fæðingarólof ef þú ert verktaki. Það var smá tæknileg bílun hérna, þannig að við höldum bara áfram. Við kláruðum nú umræðumina meðan að við vorum ekki í loftinu, en þannig að við ætlum að skipta bara um gír og það er eins og kaldastríði sem komið aftur af því að ég er nú búin að vera að kalla ykkur verðbólgukynslóðin og raunkynslóðin og svona, þið eru náttúrulega allavega þú Óðinn og Benedikt, þið eru kaldastríðsbarn. Já, ég líka, ég ólst upp Íris sem er þessi, hún komin í mitt kaldastríðið. Ég ólst upp í það er búið að finna nýtt kaldastríð, nýtt hrun, allt fyrir Íris. Ég ætla ekki að halda það fram að ég muni eftir kúpudelinni, sko, en maður er fæddur fyrir hana. En nú er það komið aftur. Já og nei, sko. Heimurinn ekki kannski alveg svarthvítur, sko, en hann er tölvöld flóknari og spilararnir í geimin eru miklu fleiri og víðar og það eru risin upp ný stórveldi sem að hafa kannski meira aflheldur en, já ég veit það ekki, Sovétmenn höfðu náttúrulega þess gátu ógnað kannski með kjarnorkuvopnum og svo framvegis og okkur var talin trúin það á sínum tíma. En ég vil nú ekki alveg trúa því að það séu komnir sömu tímanir en það er allavega
það einhver ógn sem að æ fleiri hafa áhyggjur af og maður oftast náttúrulega sína afkomendur og alla sem að einhvern veginn að vaksa upp með þessu sko, þessu andrúmslofti, polariseringar og svona góðu kallarnir og vondu kallarnir og allt þetta sko en heimurinn var nú svona enn svarthvítari held ég á mínum uppvastarárum, Snorri, held það. Það er þema þáttarins að við vorkinum Írisi að þurfa að lifa í þessum heimi sem við erfum hann af. Ég byrjaði að lesa Þjóðviljann hann 12 ára gamall og þá lærði ég það að það voru 2 eða 3 ill stórveldi í heiminum. Ég meina þjóðviljinn á þessum árum þannig var ekkert að bera blak á Sovétríkjunum. Og þá var maður alveg uppi og smáþjóð í heimi þar sem voru 3 ill stórveldi sem svifust einskis, voru öll mannréttindabrjótar og hresnarar hver á sinn hátt og þessina var hugmyndin hlutlaust og herlaust Ísland og við ættum að eins og Svíar að halda uppi flaggi mannúðar og mannréttinda og það ætti að vera okkar helsta vörn og það var í rauninni hugmyndalega vörn sko. En þessi rödd heyrist ekki í dag? Nei, kannski, hún gerir það ekki, en ég meina þetta er ásamt held ég bara enn við, þú veist ef við tökum auðvitað skalan bara cirka síðustu 70 ár, sko, ég meina Ameríka er líka illt heimsveldi, hún er bara öðruvísi, hún er full af hræsni og 20 ár frá Íraksstríðinu og gerir alls konar hluti og getur aftur orðið ennþá illri en hún er í dag, skilur og snúist á alla kanta og svo er þetta leiktjaldalýðræðið þarna, mafíuríkið þarna Rússland og svo ertu með Kína sem er hreinlega bara alveg bara með þá hugmyndafræðið að kúga borgara sína, skilur, það er bara ein narratífa og hvað sem það kostar og frá okkar gildismati þá eru þetta allt illar hugmyndir, skilur þetta er allt glæpir nema Bandaríkin. Jú, það er það gagnvart svona en það er ekki í dag það heyrist ekki í dag það heyrist ekki í hernaðaraðstæðum. Ég heyrði stjórnmálafræðingi mjög virtum hér sem að orðaði þetta einmitt svona sko og svo tala NATO sem við erum svo lánsum að vera hluti af og maður svona gömlega kaldarsýðisbarnir svona brá við sko að þetta væri bara svona viðtekin sko stjórnmálafræði sko afstafa og sjálfur er ég ekki andvígur aðild Íslands að NATO núna en ég er ekki að meina það með þessu heldur bara að þetta væri bara svona eitthvað viðtekið sem ættum bara þetta er ekkert að ræða frekar. Það er náttúrulega alltaf nýtt sko. Já, við erum þetta mjög merkilegt. En þetta er alltaf myndi núna en ógninda komu mörgum áttum eins og Benedikt segir og það er ekkert að þessum stórveldum fullkomið eða gallalaust guðmingóður en ég er ekki viss að sé mikil amirkur hrifning eða neitt slíkt sko. Ég held að fólk segir bara er þetta ekki það illskásta sem við getum svona einhvern veginn stuðst við að verðum að trúa eða eitthvað þannig sko. Það er svolítið verið að segja að þessi verið að verja okkar gildi og okkar sín og okkar mennsku. Ég held að þrátt fyrir allt sé þó meiri sannleikur í fólkinu því að við eigum einhver samleið með Ameríkumunum varðandi gildi heldur en Kína eða Rússlandi, það er nú bara mín skoðun en þar með er ég ekki að lýsa yfir sérstaklega hrifningu á bandarískir kúnasögu. Nei. Hrönn, þú vilt vera kaldarstíðsbarn? Ég ólst upp í Keflavíkurgöngunni það eru svona mína fyrstu minningar svart og sigurlaust í myndina Hilmars Oddssonar ég var byrð flashback þú veist, þau voru alltaf með barna skemmtiatriðin í göngunni og þessi ganga var oft svo erfið sko. En já, ég ólst upp við að Ísland ætti ekki að vera í NATO og söngvana og allt það og kjarnorku vanna, þú veist, en hræðsluna við yfirvofandi kjarnorkustríð. En ég held að það sem hafi breyst sé ekki sú hugmynd sko að okkur finnist allt einu Bandaríkin ekki vera kúgunarríki sem þeir eru sko, heldur frekar það að við erum orðin svo glóbal og við treystum því einhvern veginn betur að minnstoksti ríkir einhvers konar fjölmiðlafrelsi ennþá í Bandaríkinu. Svo það er ennþá svona hægt að treysta því að það er mikil hugmyndafræðileg opin átök í Bandaríkjunum. Já, við getum ennþá treysti að það sé
einhvers konar virk umræða þó að lýðræði sé alveg stórgallað og það nýbúið að vera brjálaður maður í forsetaembætti sem reyndi að sölsa til sín líka öll völd og maður sá hversu brothætt lýðræðið í Bandaríkjum og var rauninni bara stórhættulegt. Já, stórhættulegt ástand. Þá getum við treyst í að það sé hægt að fá upplýsingar þaðan sem ekki hægt annar staðar, náttúrulega það ekki til í Kína, Rússland og þetta eru einræðisríki sem að eru bara af allt öðru kaliberi heldur en spilltir menn í Bandaríkjunum. Það spillingin þar þessi alræðis pæling þar allt öðru sér. En það sem náttúrulega grundvallarbreytingin sem hefur orðið náttúrulega það að sko þessir stóru spilarar í þessu geimi, Bandaríkin, Kína, Indland kannski á næstu árum og svo framvegis. Rússland ekki stórveldi í þessum skilningi nema það býr yfir kjarnorkuvopnum og er með brjálaða manni á toppnum. En þetta í efnaðslegum skilningi smáríki þannig séð. Það ekki mikið stærra heldur en Norðurlönd samanlögð. Sko. En sko Kína á sínum stað með sinn áhrifamátt og vaxandi áhrifamátt og menn spyrja sig hvað munu þeir gera gagnvart Rússlandi. En svo þeir verstæði Vesturlanda, framleiða fyrir okkur símana og raftækin og svo framvegis. Þannig að samspilið miklu flóknara heldur en hann var í kaldastríðinu sínum tíma. En það sem að gerast samt, Rússland búið að opinbera það að það ekki þetta hernaðarlega stórveldi, það í rauninni bara hlægilegt. Það sem hefur gerst, það sem við höfum séð á spilin og þetta bara lélegt, eða þetta miklu verra heldur en það voru allir með einhvern svona hugmyndir að Rússland væri svona eitthvað force, eitthvað afl sem þyrfti að... Segja okkur fréttirnar, já. Já, en nú sjáum við það að þeir eru bara að berjast með prikum og eitthvað svoleiðis og með einhverja málaliða. En svo það allt lígi sem sagt stríð. Já, við sjáum þetta á internetinu, en síðan það Kína sem að Kína í stórkostlegum vandræðum bæði með mannfylgda þetta one child policy voru hrappaleg mistök og nú eru þau standaði fram fyrir einhvers konar hruni bara út af þessu fólksfjölda og svo það ekki leiðandi í neinum tæknimálum þeir kópera, þeir leiða ekki og þeir eru svo háðir því að Það nefnilega sköpun til að búa til nýtt. Já, og alræðisríki, það á svo erfitt með þetta sem skapandi, listur og menningur náttúrulega hrútleiðileg frá alræðisríkjum. Og það mjög athyglisvert að fylgjast einmitt með þessum talsmanni TikTok, sem ég þekki ekki neitt þetta TikTok, en sko, sá bara hlut af þessum yfirheyslum í Bandaríkja þingi og hann vék sér alltaf undan öllum svona efnislegum spurningum Kína, hvað viltu segja ígúrana, stjórnmála, eftir sáttur við stefnu Kína ígúrum, þetta sko forstjóri risa fyrirtækis, hann vék sér alltaf undan því og alveg sama hvað hann spurður bara svona grundvallar spurningar, hann vék sér alltaf undan því. En það randi þannig að fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjónu sem öðruvísi eftir í þessum einræðisríkjum eða terrorríkjum. Hefur látið ásjá. Já, en þá það líka svo sem umdeilt, það þetta bara með önnur aðferð sem upplýsingum stjórnað þar, það önnur strategía. Ég veit ekki hvort að Noam Chomsky, ef hann lesin ennþá í stjórnmálafræðinni, hvort að hann myndi skrifa undir það að það væri sko eitthvað svona eitthvað upplýsingafrelsi í Bandaríkjónum og hann talar það sem stærsta afrek Pentagon, hvernig þeir hafa sannfært millistjætt Bandaríkjamannum og hvað þeir eru frjálsir og frábærir og mikið upplýsingafrelsi. Og svo líka annað sem gerst eftir að Chomsky var að segja þetta, það náttúrulega hefur svona klofnað svolítið sko heimurinn í Bandaríkjónum. Þannig að menn það ekki sko sameiginlegur vettvangur þar sem að menn að skiptast á skoðunum. Eða þannig að það getur verið sagt eitthvað að það bara hefur ekki áhrif. En sko varandi þetta þá hvernig hlutinni breytast, að því ég kaldar stríðsbarn, þá kippir það alltaf í mig svolítið þegar Albert Jónsson fyrirvandi starfsmaður NATO orðinn sérstakur sérfræðingur ríkisútvarsins í Úkraínustríðinu. Og ég alltaf, þú veist, að því maður var alltaf vanur því að lesa svona í gegnum það hvað hann var starfsmaður utanríkisráðuneytisins. Já, en svo hann var vanur fyrir NATO líka og svo framvegis. Þannig að þetta alltaf svona, nú hann alveg bara, þú veist, orðin blessaður og signaður sem hlutlaus sérfræðingur og svo framvegis. Þannig að það breytast svona ýmsir hlutir, en það alveg rétt, því að það lígin allstaðar og gott dæmi
og hvernig líka fjölmiðlarnir pikka þetta upp og halda áfram í einhverju, til dæmis þarna þessi orusta þarna á Austurvígstöðunum þarna í Bakum eða Bakur, það sem sko báðir aðilar voru í fjölmiðlum að auglýsa veikleika sína. Þarna einhver svona stöðubarátta og þetta og þá kemur hérna Úkraínumenn og fréttir enn og aftur þá Úkraínumenn sé nú það bil að fara að flýja. Þetta sé bara tæknilegt eða bara það bil að flýja. Við erum bara að fara að flýja. Og Vagnir leta sig, við erum bara skotfæralausir. Og þetta má ég segja, og hvaða menn í stríði auglýsa veikleika sína? Þetta bara beita til þess að fá hina til þess að ráðast á sig og því að stríði allstaðar. Þannig að þetta var svo augljóst taktík frá báðum áttum. En það enginn sem svona bara, það að kaupa allir allt einhvern veginn og það enginn greinandi umfjöllun þetta virðist vera. Nei, það rosalega upplýsingaóreiða. Ég vildi ekki meina það. Hún notuð. Það er náttúrulega ekki nýtt. Gunnar Smári sagði réttilega sko að ljúga allir í stríði og gamla ríkisútvarpinu þá sem hrósaði sér af því á stríðsárunum seinni heimsstyrjöldinni að vera með sko fréttaskeyti frá Moskvu og Fraklandi og auðvitað BBC og svo frá Bandaríkjamönnum og bjóð til þessu svona úr þessu einhvern kokteil en auðvitað voru allt aðilar að stríðinu sem voru með sinn sannleika eða sína afstöðu og svo þegar maður skoðar einmitt gömul og fréttahandrit sko frá þessum tíma sko þá með þess að það búið sumstaði búið strik út sko af því að það var eitthvað sem að menn vildu passa að það væri ekki sagt sko. Herri, ég ber alltaf það sem að gamla fólki að segja til þín, Eiríks. Já. Býrð þú í heimi 3 slæmra heimsölda? Sko, eða ert þú blessunarlega inn í áriðarsvæði Bandaríkjanna? Mér finnst mjög áhugavert að heyra allt þetta og lært mjög mikið af þessu. Ég held að ég var sammála hluta af þessu, en eins og með Bandaríkin, þeir tala hvernig fólk og hliðarnir eru mismunandi í stríði. Bandaríkin eiga nánast í svona innra stríði. Þeir ráðast á hvort annað. Og sem meðalmanneski í Bandaríkjunum, þá ert þú ekki að hlusta á óháða fjölmiðla. Þú ert búin að velja hlið og þú hlustar á fjölmiðlana sem styðja þá skoðun. Þjóna þér og þínum hugmyndum. Því miður þetta bara. Þetta þannig og það er hægt sama hvar þú ert að hlusta á þína skoðanir, sama hversu radikal þar eru. Og fyrir mér er þetta ekki frelsi eða fjölmiðlafræðslir þjóð. Þetta er land sem lifir í þeirri tálsýn að þau séu frjáls og reyna að miðla þessu til annarra landa. Svo nei, ég dáist ekki að Bandaríkjunum og þeirrar hugmyndum. En það önnur stöð sem þú getur kveikt á. Það alltaf önnur stöð og það nefnilega vandamáli að því ég get sagt já, helmingu Bandaríkjanna eru svo rugluð en ég treysta hinn helmingin. En hvernig ertu að hlusta á helmingin af landinu? Þú verður einhvern veginn að taka en svo maður getur ekki lagt saman Fox og CNN og fengið út sannleika sko. En þið þekkið þessa sögu, þetta er fjölmiðlasaga, þetta voru einhverja lagabreitingar, það voru einhver lög í Bandaríkjunum hlutlægni right to rebuttal og þessu var kippt úr 60 mínútur eru til út af þessu og svo var þessu kippt úr sambandi þegar núna er þetta bara talgór, það sem bara fólk fær ekki lengur fréttirnar nema gamla fólki, það horfir á Fox og verður bara alveg galið eins og gamla fólki okkar sem hlustar út á sögu, það er alveg eins en fólk fær fréttirnar sínar af samfélagsmiðlum og samfélagsmiðlarnir eru náttúrulega þessi gróðamaskína bara eins og kassi í Las Vegas, bara reyna að halda þér við tækið og þeir þrífast mest á polariseringu og reiði, réttlátri reiði og þess vegna líka það hefur Þetta eru samfélagsmiðlar að reyna að vekja tilfinningar þeir halda áfram að posta greinum sem gera þeir reiða, leiða, hrædda og allt þannig. Algoritmin spila á þig. En síðan þetta ekki bara fjölmiðlum sjálfum að kenna það sem stjórnmálamenn eru aktíft að grafa undir þessi frelsi. Trump með sínar fake news áköll. Þetta lætur fólk ekki treysta fjölmiðlum eða bara treysta ákveðnu fólki. Og þetta grefur undir
einhvers konar hatri, hitt fólkið og þeirra hlusta á legar, ég skal fræða þig og allir eru bara endalis átök. Ég fórnarlamb þessara hluta líka, ég treysti engum. Nei. En þú las bara Þjóðviljan þegar þú varst Já, en ég meina, svo fór ég að lesa. Það var þá miðjan, það var þá sannleikur, það var... Nei, maður treystir engum, sko, en þetta var allavega skýrt á þeim tíma, maður las Morgunblaðið og svo Þjóðviljan, skilur og maður vissi úr hvað áttina það var að blása. Kannski þetta stæðsta breytingi sem við erum að ganga í gegnum, það að svona vettvangurinn sem við höfum, lýðræðisvettvangurinn, hann eiginlega horfinn, sko. Það engin eiginlega öll lýðræðisumræða orðin að neysluvöru. Það engin miðja, en svo spurningin, hefur hún einhvern veginn verið? Það var samkomulag þurfum við alltaf á gagnrýnni hugsun að halda eða var einhvern tímann einhver miðja? Það var samkomulag sem kallaði með bindi sem gerur þjóðarsáttinu að byggja til. En það er undarlega lítil umræða það er mér alltaf talað og kannski ungt fólk of treysta á samfélagsmiðlana sem einhvern svona frjálsan vettvang og það sé bara einhvern veginn svona bara eitthvað risastór pípa eins og sem flytur gas eða olíu milli landa sem bara allt streymir í gegnum óhindrað. Það er ekki þannig, sko. Það er þarna ritstjórnar element þannig sem bara velja að hafna, stoppa fréttir. Ég þekki það bara í mínu starfi að geta verið einhverju furðulegi hlutir sem eru bara stoppaðir, sko. Þú ætlar að borga fyrir, sko, bústa á einhverju og þá sé bara, við ætlum að, sko, fara yfir þetta og þá bara líður og býður og svo reynir að fá svara akkur, þetta ekki birt? Já, við erum að skoða þetta. Og þá er þetta að tala við gervigreind, sko. Það er algoritminn ég segi það, sko, það er bara eitthvað að við erum að skoða eitthvað og þá bara hvað er eitthvað orðum þarna sem að sagði eitthvað sem Gunnar Smári hefði sagt, sko, er þetta róttækt fyrir það, hvað er það? En sko, þetta er náttúrulega hrikalegt þegar við, sko, því gátuðu alltaf hringt í Matthías eða Kára Jónasson eða einhvern og rifi kjaft við þessa menn eða hver það var og sagt býtu þessi fréttin vorum í kvöld eða í gæri eða eitthvað, hún er bara kjaftaði og eitthvað ég heimta að fá að svara og eitthvað, þetta er bara horfið. En ég fæ þetta viðhorf einmitt mjög oft bara eitthvað þú fær allar þína fréttir í gegnum samfélagsmiðla en mér fólk að gleyma því að með því ég myndi að lesa fréttir á netinu, þá hef ég aðgang á svo mörgum síðum, bæði erlendum og innlendum og bara út allt og frá mörgum mismunandi plattformum. Hérna á Íslandi, ef þú lest bara Morgunblaðið, lest bara fréttablaðið, þá færðu bara alltaf sama fólki að segja sömu fréttinnar og sömu hliðinni. Og mér finnst þetta svona, ég skil punktinn, en þessi gagnrýni á að unga fólki sé alltaf bara að við séum trúum öllu sem við lesum leið og við sjáum clickbait. Við vitum alveg af falsfréttunum. Og ég trú ekki öllu sem ég les en maður getur reynt ég átti ekki endilega við að þið tryðið, ég heldur bara að þið treystið náttúrulega eðlilega á að þetta sé frjálsi vettvangur, sko, sem að Íris er benda á til þess að raunverulega getum að tekið bara blað sem er gefið út í Suður Kóreu og lesið þið gegnum Google Translate sem er náttúrulega bara ævintýralegt að þetta sé hægt. Það er alltaf aðgengið með þess að upplýsingum er bara stjórnlaust. Já, og svo sagði ég held að mjög margir maður trúir þessu að því maður sér þetta og lúka svo legit. En þessi líka umræða TikTok sem er mjög interessant og margræð og ef við bara skoðum hérna þessi ótti við áhrifavald, sko, hvernig heil kynslóð er að móta heila kynslóð með algoritma, halda að, möguleikin er fyrir hendi, að það er að halda að jákvæðri sýn Kína í gegnum TikTok, skilur við, hreins út allar neikvæða fréttir, eða halda mjög neikvæðri sín, gagvart einhverju, skilur við, eða einhverju gildismati. Það er, ég sé það bara, þú veist, á dætrum mínum, sko, önnur hún fór að skoða eitthvað á TikTok sem var svona eitthvað lítalækningar og voru svona skoða, þá allt í einu fær hún fullt af efni lítalækningar sem normalisera lítalækningar og hún bregst við þessu og systerinnar fær það ekki. Þannig að allt í einu er bara algoritm búin að rekna, hér er veikleiki og við ætlum að selja þessar ungu stúlku að hún þurfa að gera eitthvað við andlitið á sér. Bara því að hún skoðaði það, skilur. Og þetta er bara einhver djöfull í formi algoritma sem er þarna að vinna með börnin okkar. Og við höldum að við lifum í samfélagi, en það er sérsniðið samfélag sem hver lifir í. Þannig að mitt samfélag, minn heimur sem ég lifi í, er eiginlega skarast ekki við ykkur. Og þú getur búið til homofóbíu, þú getur búið til alls konar hérna, og raunin spurningin, svo kemur þetta heit, var þetta ekki alltaf svona hjá okkur, líka í kalda stríð? Já, á einhvern nátt. Ég meina,
var ekki verið að móta okkur og voru ekki ritstjórnin að velja frá eitthvað sem bústaði ekki og velja að og þessi þörf til þess að segja söguna og stjórna og segja fólki hvað það að koma og hvar það statt til þess að geta vísaði veginn hvert það á að fara. Það alltaf í manneskjunum, hún pólitísk vera sem bara í því að móta hvort annað og ná völdum með hugmyndum og frásögnum og það kallast stjórnmál, pólitík, þú veist, og þarna þetta bara komið í miklu tærari og grimmari mynd. Við erum að vélvæða þetta pólitíska, diabóliska element í manneskjunni. Ég hef alveg einsett með það í allæfin að vera ekki að halda því fram að allt hafi verið betri í gamla daga, sko. En það var hægara kannski. Það bara gerðist hægara. Þetta fór ekki jafn djúpt inn í hausina þér, sko. Núna þekkir algoritminn þig betur en þú sjálf. Og þetta endalaust áreiti, eins og þú sagðir, maður skoðar einu sinni eina svið og þá ferðu bara endalausar auglýsingar, endalaust þetta. Þetta eins og að leita einhverjum inn í hausina þér. Já, ég veit ekki hvernig ykkar reynsla af þessu var á ykkar tímum en mér finnst þess að sé alltaf verið bara að njósna mig. Það alltaf búið að vera að skoða hvað ég að tala hvað ég að hugsa og síðan birtist það á skjánum mínum. Það óþægilegt. Síminn að hlusta á mig. Algjörlega. Já, og svo maður alltaf orðið þessi markaðsvara eins og nefnið, sko, ég var á ferðalagi erlendis daginn og svo nota maður einhvern síma og svo bara hrannast inn auglýsingar og ég bara þessi maður og þú átt bara að borða þarna og gera þetta og svo framvegis. Já, en nú verið að banna TikTok á mjög mörgum stöðum. En ég get lokað þetta. Já, þú getur það ennþá, en mér finnst eins og fólk, jafnvel yngra en þú sem að elst upp þetta þá á miklu erfiðara með það. En að byrja því að Hrönn að þetta hefði ekki farið eins djúpt þegar við vorum Já, ég meina, þú veist, ABC kom bara eins og í mánuði. Ég er ekki viss þetta. Ég held að sko, þegar maður ólst upp, ég tvítugur ekkert í mann 81 í samfélagi sem að innprentaði mér sko ótrúlega fordóma gagnvart svörtu fólki. Já, ótrúlega fordóma gagnvart bara öllu og það var bara í allri menningunni, það ekki eins og ég hafi verið alin upp af einhverjum nýnæstum, sko. Þetta var bara, maður sogaði þetta í gegnum kanasjónvarpið og þegar maður er orðin fullorðin, þá er maður eiginlega bara eitt stórt kippi af fordómum gagnvart, sko, fötluðum, samkynhneigðum, lituðum, bara you name it. Það voru bara kallanir sem að gera þjóðarsáttina með bindið sem voru bara normal, allir aðri voru bara ónormal. Og þannig að þetta fór alveg rosalega djúpt, kaldastríðsáróðurinn eða eitthvað djöfullin það var sem var tróðin í hausinn á mér. Já, en þú veist, þetta er ekki bara... Þú er ekki hlust á nóg mikið jazz þegar þú varst ungur. Það hefði verið betra. En þetta er ekki bara vestrænt tíðarandi heldur, ertu hérna í afdölum, þú veist, Ísland er ógeðslega sveit og við erum ekki með neitt. Ég er bara búin að vera ævin og endarinn að losna við þetta. Við erum ekki með neina erlenda menningu, við erum ekki með neitt til að sýna okkur Hvað er ég með að segja ólst upp á Akureyri? Já, með fordóma eitthvað dreifingum. Já. En mér langar að spyrja Írisi svolítið, af því að við erum að ræða Kína og við erum að ræða TikTok og þetta nýja kaldastríð, að það verður svo lengi talað það, þú veist að ef að 18. öldin var frönsk og 19. var bresk og 20. öldin voru Bandaríkin sem settu standardin fyrir heiminn og svo hefur alltaf verið talað að nú væri tími Kína, því að sko Bandaríkin eru þetta hnignandi veldi sem að þú hefur ekki mikið álit á og ég held að margir á þínum aldrei séu samansinnis, en svo hugsa maður Kína, sko Kína er ekki kreatíft, það er ekki dýnamíst, það er ekki með hugmyndir, það er ekki leiðandi, það er ekki með listir og menningu sem eru spennandi. Hver tekur við í þessari nýju heimsmynd? Já, ég er hrædd að koma einhverja spá, en... Nei, en bara hvað finnst þér? Mér finnst það þrátt fyrir allt sem þú sagðir þá, já, ég held að núna sé öld Kína, því að þó að Kína sé ekki leiðandi í kannski nýsköpun, þá er Kína samt með svo ótrúlega mikið mannauð og afl til að gera hluti og þau munu alltaf ná einhvern veginn að gera betur. Bandaríkin gera þetta, þau gera það 2 sinnum betur, þau gera 2 sinnum hraðar og þú sér það bara eins og í sambandum hvernig Kína nær að standa annar staðar í alþjóðasamfélaginu eins og með stríðið í Úkraínu og hvernig öll Vesturríkin eru búin að fordæma þetta og
núna nýlega hitti náttúrulega Pútín forseta Kína eða forseta einar þessara og þá gefur Pútín honum bara allt sem hann vill að þetta er Kína og hann hefur engan annan kost að því að Kína hefur þessa sérstöðu að geta staðið fyrir utan, það þarf að versla við vestræn ríki en það getur líka versla við hin ríkin. Það hefur þessa stöðu fyrir ofan alla, við getum séð allt. Það er einhvern veginn, það líta allir til Kína, sama hvað það er. Þar heyrðu það komin, völd Kína er bara byrjuð. Sko Nixon hann setta sá Solskín stefnu í gang til þess að gera Kína og humanistísku ríki og þeir voru að skipta við Kína og gáfu sem sagt kínverska drekanum töfrasprota kapitalismans. En hann breytist ekkit úr dreka í ferildi sko, hann hélt áfram að vera dreki og það. Og eins og þú ert að tala hugmyndin nýsköpun, hver leiðir í nýsköpun. Sko, þeir hafa fundið bara aðra strategiu sem virkar alveg vel. Þeir bara stela hugmyndum en eins og Íris bendir á öflugri og fljótari að kópíera þær og gera þær og það er önnur strategía. Svo er þessi og geta nýst á aðrar hugmyndir og láti aðra skapa eitthvað. Þess að ég að vera að æfa með að fiðlu, það eru sko 1,3 milljónir Kínverja sem eru komin sko lengra. Svo er þessi áhrifatímabil ekki heilar aldir endilega sko. Þetta er ekki sko öld þess á öldin svo gera þær eitt ég veit hvað við sko svo er eitt sem þeir Japan átti sinn hlut af 20. öldin sko, bara sem mjög öflugt. Þá óttust Bandaríkjamenn í Japan. Óttust þá mjög mikið. Og það er eitt sem þeir eru að gera rétt, að þeir hleypa ekki börnunum sínum á TikTok, ekki að þetta TikTok sem við okkar börnir á. TikTokið í Kína er allt öðruvísi. Það er mjög svona mentandi og uppbyggilegt TikTok. Meðan okkar er bara einhverjir heimsklegi dansar og tilraunir. Það eru mörg átakamál í samfélaginu. Eitt var einhver myndur orða að það var lykta. Það var útlendingafrumvarpið. Já. Íris, hún er að skora á forsetann að skrifa ekki undir lögin. Já, mér finnst það alls ekki fáránleg hugmynd. Það hafa margir að spyrja mig, okkur er það þessu? Okkur eru þið að biðja þetta? Getur hann eitthvað gert? Og ég held að fólk sé ekki meðvitað þennan málskotarétt í 27. grein sem er náttúrulega skiljanlegt, það sem hann hefur svo sjaldan verið nýttur. En í þessu máli, eins og þessu, þar sem þessi hagsmunirnir og útkoman eru svo ótrúlega mikilvæg, þá er svo mikilvægt að manneskja eins og Guðni taki afstöðu. Það sem okkur og mörgum öðrum líður eins og Alþingi hafi brugðist, að það hafi látið einhvern málstað gegn mannréttindum vinna. Og það komst í gegn og þetta var ekkert nálægt í að vera fellt. Það komst í gegn með alveg háum tölum. Og því finnst okkur ekkert óðalegt við það að biðja okkar þjóðarleiðtoga eða þjóðarhöfðingja að taka afstöðu og standa með mannréttindum og sýna Alþingi að ef þið ætla ekki að hlusta á fólkið, þá er hann allavega að hlusta á fólkið. Og skjóta þessu til þjóðaratkvæði. Og skjóta þessu annarkvort til þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessi dreigði tilbaka. Ég verið að taka undir þetta öllu hjarta. Þetta frumvarp gengur gegn öllum grunngildum okkar. Þarna eru veitnar meiri heimildir til þess að stoppa börn á flótta. Þetta brýtur barnasáttmála Sameinuðu þjóða, mannréttindasáttmála og líklega stjórnarskrá. Barnasáttmála líka lögfestur í Íslandi. Og allt það. Og í rauninni er verið að veita það er verið að búa til tæki til þess að koma í veg fyrir það, hægt sé að skoða mál barna á flótta. Það er verið að auðvelda ráðherrunum að kasta þessum okkar minnstu bræðrum og minnstu systurum út á gaddinn og þjóðkirkjan ætti nú að koma upp og standa með ykkur. Þetta gengur gegn öllum kristnum gildum. Þetta er bara beinlínis verið að ráðast á Jesúbarnið sem var líka barn á flótta á fyrsta ári. Og hér er bara endurtekið þetta falli orð pastelrassistarnir í útlendingastofnun og í dómsráðuneytinu og í kærunefnd er að fá enn eitt vopnið til þess að pína lítil börn og við tökum þetta aftur, ekki pína lítil börn, afsækið kæru pastelrassistar. Þeir eru að fá enn eitt vopnið til þess að ýta þessum fólki út á gaddinn sem kemur hérna til okkur. Þetta er okkar við fólk sem erum sjálfflótta fólk frá borgarastríðum.
Ég meina, við erum flóttamenn frá Noregi og Írlandi. Hingað erum við komin fjölþjóðlegt samfélag. Ef einhver ætti að taka móti þessum, akkurat okkar minnstu bræðurum, börn á flótta. Það ekki Takk fyrir þessa baráttu ykkar. Já, ég, eins og ég segi, ég held að hljóta að fara að draga til tíðinda því að við erum með flokk sem styður þetta í ríkisstjórn, þess að þetta er í algjöru mótsögn við það sem að kjósendur þessa flokks telja sig vera að kjósa. Þetta var nú eitt af þessum prinsipmálum sem aldrei látið, sama hvaða stjórnarsamstarf þessi flokkur færi í. Það er þetta, sko, umhverfisverndin færi áður en þetta færi, þeir eru náttúrulega líka búin að gefa það frá sér, en ekki mannréttindi flóttafólks. Það er bara ótrúlega. Er eitthvað svo ótrúlega mikið grunnatriði að það er svo absúrt að það sé raunin að fara að rífast þetta og eins og hvað voru það 30 eitthvað sem hættu í VG, einmitt bein afleiðing af þessu, það er því að þetta fólk sem í þessum flokkum, það er ekki endilega eitthvað vont, það bara heldur að það sé að kjósa á hvernig gildi, að því það er það sem er búið að auglýsa, en síðan kemst fólkin á þing og þá kannski lætur það eitthvað annað fara í gegn. Ég held að þetta fólk greiði svona atkvæði til þess að halda saman ríkisstjórninni. Fyrst og fremst. Og það er sér bara krafa á sem uppið er. Og það er mikilvægri börnin. Það er mikilvægri börnin og það er engin rauðstrik. Með ykkur ganga sem best í þessari baráttu og ég tek undir það að þessi útlendingalög eru meiðandi fyrir okkur sem samfélag. Það eru öll mannúðarsamtök landsins sem að mæltu gegn þessu. En við erum bara ekki með af því að Benedikt vildi gera úr okkur flótta börn, við varum með flótta börn, ég held að við erum bara skattsvikara sem hefum flúið vonda konga. 60% okkar voru náttúrulega þrælar, alveg rétt, konurnar voru það en sko við erum bara með frekar leiðilega sögu og kuldalega gagnvart útlendingum og við vísuðum gyðingum frá í síðari heimstyrjöld og við sópuðum því bara undir teppið og gerðum þetta aldrei upp menn sem að tengdust æðstu ráðamönnum þessu bara sópað undir og það er talað um það áratugum seinna hverjir þetta voru og hvaða vernd menn höfðu hér og svo framvegis við einhvern veginn rósum happi yfir, við fluttum hérna inn einhvern litla hópa, fámenna hópa, létum að skipta nafn og bara breyta bara persónur eiginlega og þetta, við höfum alltaf verið bara eins og lítið þorp einhvern veginn í bæjaralandi eða einhvers staðar. Það verður ekki lengur, ég held að það er ekki, það er 22% af vinnuaflinu erlendir ríkisborgarar. Algjörlega, en það er eitthvað sem er að gerast núna, held ég, að við einhvern veginn áttum okkur ekki alveg á þessu og ekki nómið að við séum með stóran rúmlega 20% vinnuaflsins er af erlendum uppruna og þetta stendur það fór sig frábærlega vel og allt það og er bara gott og vont eins og við hinn og svo erum við með náttúrulega erlenda gesti í landinu sko á þessu ári 2,4 milljónir og við erum 350.000 og þetta fólk hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á hagkerfið allt og bara áhrif á mjólkurframleiðsluna og kjötframleiðsluna og bjórframleiðsluna og allt saman. Akkur hefur þá að reyna að halda þessu svona eina það er bara það sem ég er bara að reyna að segja sko, það er bara það sem maður skilur ekki sko, að forsendur gamla samfélagsins sko, þegar maður sneri sér úr hálsliðnum norður á Akureyri þegar maður sá blökkumann eða bara það var einhver fótboltaleikur og það var við Bermúda eitthvað og það voru svartir og maður bara hafði aldrei séð svona bara 11 menn, bara vellinu svartir þetta var alveg nýtt og yfir í þetta samfélag núna það sem ekkert af þessu á að þurfa að koma okkur óvart en þá erum við enni eins og bara uppdregnir fyrirgefið sveitamenn einhvern veginn aftan úr einhverju grári fólknesku. Upplifað fólk sé að koma og taka eitthvað á okkur. Já, en þetta samt okkur. Ég held samt sko að þetta sé líka bara notað einhvern veginn, þetta er svona notað til þess að... Hver er óttin? Er óttin við það að hérna komi flottabörn og mengi okkur? Skemmi íslenska menningu? Ég vil ekki trúa því. Hver er óttin? Ég vil ekki trúa því. Ég meina það er munur, menn nota það, við erum alltaf að taka á móti Úkraínumönnum og Venesúlumönnum en þarna eru þetta ráðuneytið eða útlendingastofnun virðist vera, fókuserað á múslimskt fólk og sumi geta bent á litin líka. Þannig að það er eitthvað stigaveldi í því hver eru þóknanlegir og hver eru ekki.
Það er hlut af þessari skýringu örugglega, en svo þetta náttúrulega líka bara til þess að draga kannski fjöður yfir eitthvað annað, sko. Þetta fólk að éta okkur út af gaddinn einhvern veginn. Það ekki miðað við fjöldan, sko. Þá verið að fókusera á tiltölulega lítinn hóp innflytjenda. Og þá hugmyndin svo að af því að þetta eru múslimar, eða því þetta er litað fólk, að þá munum það eyðileggja íslenskt samfélag. Það getur verið kenningin. En það var aftur sagt, þetta algjörlega farið úr böndum. Það er allt saman verið rækið. Það sem dómsmálaráðherra hefur verið að segja frá síðastliðnu hausti, það er bara allt rangt. Ef það er eitthvað sem sýnir virkilega hversu rangt það var áður, til dæmis móttaka okkar við Úkraínumönnum. Allt í einu var hægt að finna leiðir og bæta kerfið og það þurfti enga breytingar. Það þurfti bara viðhorfsbreytingu og vera tilbúin að hjálpa. En það er bara því að þú tekur ekki eftir því að þetta séu útlendingar eða sér þau í kringlunni. Þetta er hvítt En kristið ef fólk. þetta eru múslimar eða dökkt afrískt fólk þá bara, ég held að það sé, ég held að En það hins vegar snúast útlit. að stjórnvöld stóðu ekki vel að móttöku fólks frá Úkraínu, því það voru engar aðgerðir á húsnæðismarkaði út af þessu, það voru engar aðgerðir í menntakerfinu út af þessu, þannig að það á eftir að koma í ljós, sko, að það var ekki vel að í staðið, en það var ekki verið að henda fólkinu út, sko. Það var ekki endilega frábærlega staðið, en það getur enginn sagt að það hafi ekki verið betra. En það hefur náttúrulega gerst á óþægilega sjálfvirkan hátt, sko, að allt í nú 20% vinnuafls af erlendum uppruna, á þess að nokkur hafi tekið ákvörðun að það ætti að verða þannig. Og því að það þarf ákvörðun ef þetta ætti að vilja standa vel að þessu, vegna þess að þetta eru menn sem þurfa aðstöðu hér, þeir þurfa húsnæði, þeir eiga börn og hvað á að breyta menntakerfinu og hvað á að gera. Það sést að það er sko brottfall barna innflytjenda út úr framhaldsskóla. Það þarf að breyta íslensku samfélagi ef þetta á að halda saman, ef við ætlum ekki að lenda í sko stórkostlegum vandræðum út af þessari hugmyndum að þetta hljóta reddast með einhverjum hætti. En það er menn eru ótrúlega rólegir gagnvart þessu og ég bara af því ég nefndi nýbygging hverfið sem ég bý, það er 9 af hverjum 10 eða 9,5 af hverjum 10 bara Pólverjar og aðrir góði menn úr austanverðri Evrópu að vinna og vinna langan dag. Þetta er einn mesta samfélagsbreyting sem er orðið á Íslandi, sem hefur gerst á bara síðustu 15 árum. Og hún er risastórt verkefni og hún er stórt verkefni bara fyrir tunguna. Það er þannig að við munum bara, ef þú ert með 2 hópa og bara annar hópurinn talar bæði tungumál en ekki hinn, þá endum við náttúrulega á því að tala það tungumál sem allir skilja. Það gerist bara í fundum, í skólakerfinu og svo framvegis. Þannig að það er rosa fjárfesting líka að kenna íslensku og umfaðma þetta verkefni sem verður bara stærra og þess vegna þarf að búa til eitthvað form og reglur og reisa fána mannúðarinnar og við þurfum að skilja einhvern veginn í stóra samínu hvað þetta snýst og mér finnst mjög skrítið, sko, talandi íslenska pólitík og þessar flottu stjórnmálakonur bæði sem ég dáist að þarna sem eru í valkyrjurnar í Vinstri-grænum, hvernig það er, sko, ég er að velta því fyrir svona hvers vegna éta Vinstri-grænir svona mikinn skít eftir skít, af hverju standa þær ekki upp og draga sverð úr sliðrinum og setja strik í sandinn og nú ætla ég að koma með mjög brútal og ögrandi kenningu. Af hverju er það sem Vinstri-grænir virðast alltaf kyngja þessu og þar sem virðist vera að þeirra sko samningsmarkmið þeirra er að halda sér í ríkisstjórn umfram allt önnur prinsip. Getur þetta verið kynbundið? Getur þetta tengist reynsluheimi kvenna? Getur verið þær bara standa þarna á móti testosterón köllum sem eru höfði hærri en þeir og þeirra félagslegi bakgrunnur hjálpar þeim ekki að setja línuna í sandinn og vilja standa við það, að þær leita frekar eftir samkomulagi, að þær vilja frekar ná sátt og kyngi, þetta er ögrandi. Ég er að ögra þessum feministum. Ég er að segja, er þetta ykkar kvenlegi reynsluheimur sem lætur ykkur alltaf tapa þessum grundvallarslag, þannig að Vinstri-grænir, Valkyrjurnar, Katrín, þeir eru búin að skera af sér róttæka baklandið sitt. Þeir eru búin að skera af sér unga fólkið, skilurðu, blæðandi ungu mannréttinda sósíalistana. Þeir eru farnir. Þú veist, er hægt að skjóta sig
betur í fótinn en þetta. Þú veist, Þetta mér var finnst nú- þetta bara ótrúlega. Þetta var nú- Þegar það er tvær konur hérna, Að ég- og það ég ætla nefnilega- er miðaldra kallmann sem Já, ég er komið að fram meðal og ég er að djúpa vísa í kenningu. rannsóknir, akkur er 30% launamunur milli kalla og kvenna og meðal annars var rannsóknin svo að þegar það var gerð rannsókn á þessu, þá voru karlarnir harðari í samningaviðræðum og litu stærra á sjálfan sig og höfðu stærra ego og hátíðlegra á hlutverk sitt og börðust fyrir því og voru jafnvel þó tilbúinir til þess að láta sverfa til stáls, meðan þær voru auðmjúkari, hóværari og sáttgjarnari. Og þetta hafi verið hvers vegna kom út úr rannsókninni að þær fengu 30% minni laun. Og ég veit þetta er ekki genetist, en þetta gæti verið félagslegt. Og nú ég er að kasta þessari sprengju hérna fram í umræðina. Við skiljum kenninguna. Það er kenning hérna frá miðaldra kallmann yfirborðið. Hrönn, hvað segirðu? Sko, ég á rosalega erfitt með að setja mig inn í hugarheim Vinstri grænna. Ég er að reyna það og ég er búin að reyna það lengi og Það hjálpar ekki að vera kona. Nei, ég get eiginlega ekki séð þetta út frá kalla kvenna. Sko, ég get séð þetta út frá því að við sögulega höfum við haft Sjálfstæðisflokkinn bara frá stofnun lýðveldis. Þeir hafa haldið utan allt og þeir þurfa alltaf einhverja hækju með sér. Hann skaffar. Já, og þeir eiga dómskerfið, þeir eiga allt, þeir eiga alla stofnanir og alla innviði lýðræðisins eins og það hefur verið uppbyggt á Íslandi og það er eiginlega ómögulegt fyrir nokkurn að fara inn og kollvarpa þessu kerfi því að þeir eiga það með húð og hári. En þeir þurfa alltaf einhverju að hækju með sér og yfirleitt hefur það verið Framsókn og það við tökum ekki eins mikið eftir því að Framsókn er bara galopinn í báða, þeir eru ekki meðneinar. Það er svona selig, þeir verða eins og viðmælandi sín. Já, hvaða loforð eru þeir að svíkja þegar þeir fara í stjórn með Sjálfstæðisflokk? Engin, þeir eru bara, og þeir kunna að hagnast á því að vera í stjórnmálum og gera það bara mjög vel og gera það svona bara fyrir opnu tjöldum. Bara eins og, það er ekkert eðlilega en að verða rosa ríkur af því að ég var eins og á fengi fyrir Framsókn. En við erum bara vön því og þess vegna erum við ekki að tala um Framsóknarflokkin núna. Við erum að tala um Vinstri græn sem var flokkur hugsjóna, sem var bara með ákveðin prinsip, var í stjórnarandstöðu, húðskammaði Sjálfstæðisflokkin fyrir nákvæmlega það sem þeir eru að fronta í dag. Svo já, þetta er bara mjög undarlegt mál. Af hverju tekst Jón Gunnarssoni að svína niður Katrínu Jakobsdóttur og Svangviti og Svangviti? Nei, Svandísi Svavarsdóttur. Þessar valkyrjur, af hverju fallar flatar fyrir svona kallakalli? Það láta þetta yfir sig ganga og ég bara veit ekki hvað þarf að gerast til þess að þessi ríkisstjórn sprundist. Hvenær er komið? Ég þarf einhver að náða barnanýðing, þarf að það var það sem þurfti síðast. Það er greinilega ekki nóg að selja pappa sínum banka, það er ekki nóg að, nú er það lindarkólið og allt það og það er ekki nóg með útlendingalögin, ég veit ekki hvað þarf til. Rafbyssumálið, alls konar. Þetta er bara endalaust. Hvað segir Íris með þessa kenningu? Mér bara finnst þetta allt mjög áhugavert að hlusta á og þetta er hvernig ég var rísa öðruvísi og ég verð að viðurkenna að þegar ég var yngri og vissi ekkert með stjórnmál þá leit maður á Katrínu til dæmis og var bara hvað hún er flott að standa þarna, kona umkringd einhverjum mönnum að standa upp fyrir mannréttindum og því sem hún trúir og það var mjög skrítið að því ég er búin að vera að hugsa mikið með útlendingafrumvarp að finna gamla ræðu hjá Katrínu, það sem hún segir bara hún stendur í pontu og er að rífast fyrir hönd mannréttinda. Bara við eigum að hlusta á sérfræðinguna, hvað erum við að gera, þetta er rangt hjá okkur og hún var bara að gagnrýna. Og að sjá núna stöðuna og þetta snýst ekkert endilega um flokka, þetta er ekki Katrín sjálf eða Vinstri græn, þetta er bara hvað hún og þessi hópur af fólki hefur orðið. Þeir eru búin að vera svo ótrúlega lengi við stjórn og þau eru náttúrulega í þessu samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og hvort það sé út af því hún er kona án leta ganga yfir sig. Ég held ekki vegna þess að hún var þarna einu sinni. Hún var eins og þú segir, valkyrja, hún var að berjast fyrir þessu. Hvers vegna hætti hún að trúa þessu? Ég veit það ekki. Er það völdin? Er það bara tíminn? Hver veit? Ég hef ekki svörin. Er þetta ekki bara eins og í öllum svona spillingarmengjum eins og Ísland sannarlega er?
bara eins og þegar maður horfir á The Wire, skilur fólk var einsunni með eitthvað, þú veist, það heldur að það sé eitthvað kerfi en svo náttúrulega áttarið á því, þetta bara realpolitik, Katrín hefur bara áttað sig á því að þú veist, það betra að ég fái að vera við völd og svona verður þetta alltaf og ég ætla Byrjar að hana berjast gegn Jón Gunnar, kerfinu. hann var alltaf að vitna í Wire. ég er bara að segja Stundum gleymist að VG er búið að setja í ríkisstjórn eiginlega öll árið frá hruni. Það er bara 30 ára ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og 1 árs ríkisstjórn Bjarna Ben þar sem að VG var ekki í stjórn. Þannig að ef að vald spillir og þú skemmist á því að vera þarna að þá ætti það eiga við þessar valgjur. Er ekki bara komin tíma breytingu? Þau er búin að vera alveg eins og ég maður eftir mér. En sko, þetta er alltaf einhvern mannlegu fítus í þessu, sko, en einhvers staðar snýst þetta það í samningaviðræðum. Ef það eru 2 aðilar sem deila að takast á við og einhver setur fram kröfu og þú veist, sem sagt, ef annar aðilinn skynjar það að þú raunverulega stendur ekki við svo kröfu, raunverulega er þessi rauðalínaðin ekki rauðalínaðin, skilur. Þá er hún ekki til. Þá er hún ekki til og þá ferðu jafnvel eins langt þú þarft og það er það sem við höfum endurkt ekki séð og þá hvað er það sem hinn aðilinn vill svona mikið að hann getur gefið allt eftir, hvað er hann að fá í staðinn, hver er gulrótin? Ég veit að þau geta bent á kannski einhverja hluti í umhverfismálum, þau geta bent á einhverja rósir og sagt, já við fengum þetta í gegn og við fengum þetta í gegn og við fengum þetta í gegn og við fórnum þessu og þessu og það er þessi list politíkurinnar en það sem við hafa fórnað núna í trekk er svo stórt og svo mikil grundvallaratriði og ég vil meina það sem þau hefur fengið í gegn er rauninni bara hlutir í dag sem þykja eðlir og ég held að Bjarni Ben standi alveg jafn mikið fyrir og þau. Ég held að Bjarni Ben sé kannski eini raunverulegi vinstri maðurinn í þessari ríkisstjórn. Þetta allt sem er gert vinstri, allt sem er vinstri í þessari ríkisstjórn er í hans anda og það sem hann stendur fyrir og er mjög sáttur við. Hann er líberal maður og velmenntaður og ekkert helblár, þannig að þetta er rauninni, Bjarni Ben er vinstri maðurinn í þessari stjórn. Ég er alveg sammálaður af því að sjálfstæðisflokkurinn Þetta var skemmtilegt ég haf góð kenning og þetta var með þetta kvenlega eðli hvort það spilaði inn í þetta Þú hættir að trúa leikaranum hann ég held að hann hafi verið komin að full langt svona uppi í byggur Allir fattar þetta var absúrt leikrit eitthvað þannig sko, ég held að það sé ég bara hafna þeirri kenningu við skulum bara segja það bara hreint út og vegna þess að ég held að þetta sé alveg eins bara arfur Steingríms Sigfússonar, stofnanda flokksins sem er einhvern veginn uppleggið í þessu öllu saman að stofna, að láta ekki kratan að vera aukahjól íhaldsins eða einhver annar afla, svo maður noti nú þetta lingó heldur skildi verða til flokkur sem væri trúverður, væri hægt að treysta stjórntækur sem myndi ekki bila á raunastund reksturinn í landinu gæti treyst fyrirtækin í landinu verkalýðsfélögin líka og þeir skildu ekki hlaup í burtu eins og Svavar og Ólafur og allir gerðu einhver tíma og þarna væri komið þessi miðja sem gæti kálað Framsóknarflokknum, hann stengur með rætur í sveitónum og svo framvegis og ég held að þetta sé miklu frekar svona mentalitetið sem að Vofa Steingríms Sigfússonar Já, ég held að mér finnst það eiginlega trúverður í kenningu ef ég á að kalla þetta kenningu en þetta eru snjalli stjórnmálamenn báða tvær, Katrín og Svandís og þær eru eflaust með einhverja réttlætingu fyrir sínu pólitík og eitthvað hefur þeim tekist vel og annað miður sem gengur en uppleggið bara í íslenski stjórnmálum er bara svo sérkennilegt sko. Ég var þingfréttamaður lengi og fylgdist með þessu leikriti og kom eiginlega dauð lúin út úr því að sko þetta er alltaf einhvern veginn samir hæri grauturinn, þetta er alltaf einhvern miðju svona sull og það er engar hreina línur eins og eru á Norrlöndunum þó skárri, það eru þó til skamstími í Danmörku að vísu, það er að breytast þar og það er einhvern veginn falla allir frá sínu einhvern veginn og þú veist, já við komum þess ekki gegn af því að og vinstri græni heldur landsfund og með mjög öfluga einhverja ályktanir sem ég las og sagði bara wow og einhver sagði nú einhver stað sko, ég vil óskast að þessi flokkur væri ríkisstjórn og sem væri að gera allt þetta róttæka sem þeir voru að samþykkja
þetta náttúrulega bara kostnaðurinn við þetta samstarf við þessa gömlu grónu valdaflokka. Þetta er gjaldið. Þetta blandast náttúrulega ekki. Þetta blandast ekki saman, en menn getur þetta hugga sér ýmislegt, hafa náð þessu fram, hinu fram, þetta, við náðum þessu, annars hefur við ekki náð neinu fram og svo framvegis. En nú sorglegt að það er oft sagt sko að verður ekki skárið að vera í pólitík og nú ert þú eiginlega að lýsa því að bara að það vera þingfréttaritari sko og kemur maður einhvern veginn sár frá borði. Já. Þetta er svo slæmt. Það var bara mjög þannig. En þeir vildu fara í þessa stjórn. Þeir vildu fara í þetta samstarf. Sko, þannig þetta er alveg þannig sko. En þeir lit aldrei á það reyna sko. Nei, ég bara hugsa því að þú talar þetta samstarf og auðvitað er Vinstri grænir að gefa eftir þetta sem Sjálfstæðisflokkurinn vill. En hvenær áttu að draga línuna að segja að þetta fer gegn mínum og gildum flokksins míns? Þetta er ekki ok. Ef þú ert með svona línu, ef að línan er bara svo að ég vil ekki að ríkisstjórnin mín springi, þá ert ekki með neina svona línu. Þú ert bara ekki að lýsa íslenskum stjórnmálum. Sorry to say, sko. Ég er að lýsa það sem ég vildi að það væri. Já, sko, íslensk stjórnmál eru ekki prinsip stjórnmál. Hafa aldrei verið það svo lengi sem ég man eftir. Þannig að menn svona reyna að finna einhver svona megin ströym sem þið geta svona nokkurn veginn sætt sig við. Björt framtíð, hún sýndi var nú með prinsip og það sprakk. Og þeim var refsað harkalega fyrir það. Já. Þurrkaðir út. Já. Það þótti hlægilegt. Það var raunlína og það þótti bara hlægilegt. Og allir hinnir hlupu til og gleyptu þetta og Vinstri grænir kom inn og gleyptu Sigríði Andersen. Herðu, ég slæ botnin í þetta, þar sem að prinsip fólk er að tala prinsiplaus stjórnmál. Þess vegna erum við ekki stjórnmálamenn, skilur. Það er málið. Þess vegna er ég bara leikarafíbl, skilur. Áðinn, Hrönn, Benedikt og Íris, kæra þakkir fyrir spjaldið og ég þakka ykkur sem hafið sitið heima og hlustað. Þetta var rauðaborðið á föstudegi, við köllum það vikuskamt. Rauðaborðið verður næst á mánudagi næsta klukkan 8, en á morgun sendum við út helgispjall, viðtal við Elsabetu Jökulsdóttur. Ég mæli með því. Og á sunnudaginn sendum við út samtal á sunnudagsmorgni verkefnismál og þar ræði ég og Sigurður Pétursson sagnfræðingur við Sonju Ýr Þorbergsdóttur formann BSRB og ég mæli líka með því. En takk fyrir í kvöld og góða helgi. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.